það fara bara alls konar hugsanir í gegnum hugan. Þú ferð að spá hvað þú bara lifir næstu lyfjagjöf af eða klára í árið eða verður þetta bara alltaf svona. Og alls konar hugsanir sem maður hugsa sem maður telur kannski vera rangar hugsanir eða vittlausar hugsanir en svo heyrirðu að viðkomandi hefur upplifað nákvæmlega sama. Sko það kom upp svo margar spurningar svo margt, bæði tilfinningalega, líkamlega og ég tala ekki sko þegar að fara að taka ákvarðanirnar. Mér fannst eiginlega erfið að vera aðstandandi. Það að vera maki krabbameinssjúks manns og sem að lokum fellur frá, það þroskar mann stundum alltaf hratt. Ég var bara einhvern veginn á haus að sjá börnin og þú veist, vera hjúkrunarfræðingurinn hans og sjúkraliðinn hans og ritarinn hans og læknaritarinn hans og sjá tæki lífin sín. Þetta gríðarlegt álag og fólk upplifir svona bara að segja bara hjálpar vana sko. Ég hef örugglega aldrei verið svona umvafin jafn mikið af fólki eins og þetta sumar sem að hann var lasinn. En ég hef samt einhvern veginn aldrei upplegað mig jafn einmana. Að tala sig í gegnum hlutina, að tala sig niður á einhverjar lausnir eða einhver úrræði eða einhver tækifæri alltaf það sem skapar von og trú og það eitthvað sem maður þarf. Og fyrir utan það þannig það að skilja alls konar tilfinningarlegan farangur eftir í kerrunni hjá okkur öðrum og þú þarft bara ekkert að burðast með það lengur.